Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Það eru hinsegin dagar og þá rekur margt á fjörur okkar. Eitt var, svolítið stór skammtur, James Baldwin, mikill, spámaður, skáld, rithöfundur, pólitíkus, aktivisti. Þorvaldur Kristinsson var að þýða bók eftir hann, Herbergi Giovanni, og kom út eiginlega núna á föstudag. Það eru 100 ár frá því að James Baldwin fæddist. Já, það er rétt. Já. Ég hafði það nú ekki í huga þegar ég byrjaði þessa þýðingu. Ég gerði þetta í COVID til að halda sönsum. Satt einn heima í 2 misseri, meira og minna. Og til að missa ekki vitið og fara að vorkenna sjálfum mér. Þá var ég að finna upp á einhverju sem ég hafði aldrei gert áður. Og ég hef aldrei þýtt fagurbókmyndir. Ég hef þýtt ótal margt en aldrei heila skáldsögu. Og svo vildi það til bara rétt mánuði fyrir pestina að til mín kom ungur maður í kaffi. Hann er 40 árum yngri en ég og var eins og uppnuminn því hann hafði nýlokið við að lesa bókina á frummálinu. Og ég hugsaði með mér, hún á ennþá erindi til heimsins. Og síðan skall pestin á í byrjun febrúar og ég hófst handa í þeirri viku. Ég meina, einhvern veginn sagði maður við mig að lesa bók er svona svipað og fá að skipta aðeins haus, þá tekur maður haus höfundarins. Það að þýða er náttúrulega, þá ertu eiginlega að setja á þig haus til Baldwin, sem er nú ansi spennandi haus að setja á sig. Hann er afskaplega spennandi haus og merkilegur, mjög hollt að kynnast honum. Ég hafði náttúrulega kynnst honum löngu fyrr og þá sem ritgerðasmið. Því ég var í námi í Bandaríkjunum 1970 og það var náttúrulega á hátindi þessar mögnuðu hreyfingar svartra í Bandaríkjunum og allir, hvítir og svartir, menntamenn voru að tala Baldwin og hann var, hvað eftir annað, birtist hann í sjónvarpi, ferðaðist milli háskóla og hélt fyrirlestra og þannig að þetta var ekki nýtt fyrir mér en skáldskap hans las ég ekki fyrir en áratug seinna, þar að segja undir 1980 og það var þegar ég bjó í Kaupmannahöfn og hafði eignast góða homma af vinum að þeir bentu mér á Herbergi Giovanni og hvöttu mig til að lesa. Þar kynntist ég í fyrsta sinn skáldskap hans og las svo nokkru seinna fyrstu bókina Go Tell It on the Mountain og þriðju bókina Another Country og áttaði mig á því hvað hann er margfaldur. Hann er bæði ræðumaður, predikant, baráttumaður annars vegar og hins vegar mjög djúpt skáld, mikill skáldsagna-höfundur. Þegar ég sá að þeir voru með svona útgáfu eitthvað svona fögnuð í Iðnó. Já, teiti í Iðnó á dögunum. Já, ég ætla að fá Þorvald til að segja mér frá James Baldwin, því ég hef verið maður er svona til ýmislegt hann, svona viðtöl við hann og hann mætir á vettvangi háskólum og er að verja eða sækja eða eitthvað svoleiðis. Og því að þetta er náttúrulega svo stórkostleg hreyfing svartra í Bandaríkjunum og maður er náttúrulega hort á Martin Luther King og Malcolm X og James Baldwin er alveg í þeim hópi. En ég hef aldrei alveg náð honum. Hann er svo ljóðrænn og djúpur og á meðan að hinir virða stundum vera með svona eitthvað svona skýr markmið og svona þá einhvern veginn er hann eins og hann sé, ég veit ekki, svona svo mikill húmanisti, hann er svo mikið með bara mannin með sér einhvern veginn. Ég náði honum og ég sagði, ég ætla að fá Þorvald til að segja mér frá honum. Já, þegar við lítum á aðra leiðtoga svartra í Bandaríkjunum, Martin Luther King og Malcolm X, þá sjáum við munin á þessum 3 mönnum. James Baldwin var listamaður, hann var bóhem, hann var utangarsmaður, í stéttlegum skilningi og hommi og
hann hafði vissulega bara virðingu fyrir baráttu félaga sinna, þessari miklu áherslu á borgarleg réttindi og þessu stöðuga samtali við yfirvöld, en hann hafði aðeins að litlu leyti áhuga á því samtali. Hann hafði áhuga á því hvað kúgun gerir öðrum manneskjum, hvernig kúgunin hefur áhrif ekki bara á þolandan, heldur líka á gerandan og lýsir þessu sem hræðilegri sýki, andlegri sýki heillar þjóðar, þegar einn kúgaður á öðrum og báðir aðilar þjást í rauninni. Þannig að hann byrður ekki á svona einfalda mynd eða einfalda lausn, heldur kemur hann bæði með svona sálarlíf þolanda og geranda. Já, nei, hann býður ekki upp á einfalda lausnir, en hann hvetur þó til þess að báðir aðilar horfist í augu við sjálfa sig og það hvernig hann líður, hvað innra fyrir. Og hann sérstaklega beinir hann orðunum til hinna hvítu valdastjættar Bandaríkjanna. Þið verða að horfast í augu við það falska frelsi, þetta falska vald sem ykkur hefur verið fært. Og saga Bandaríkjanna, segir hann, fegurri, auðugri og hræðilegri en nokkur hefur nokkuð tíma kunnað frá að segja. Og þetta allt vill hann draga upp og dregur upp í skáldskap sínum. En að því að við verum með hann þegar þú kynntist svona fyrst 70, þá var það svona baráttumaðurinn og þú hefur tekið þátt í mannréttindabaráttu samkynhneigðra. Svona þessi sýn hans, á hún erindi í alla baráttu þar sem að fólk að berjast við óréttlæti og öðru slíku að horfa á þetta með þessum hætti og ef við gefum okkur það að sýn kannski Malcolm X og Martin Luther King hafi verið svona einfaldari. Er þetta nauðsynlegt eða er þetta bara fyrir ykkur bóamanna? Já, nú kemur að því sem kannski kjarni málsins að James Baldwin hagar alltaf orðin sínu svo að allar manneskjur sem líða fyrir kúgun eða búa við áþján að einhverju tagi geta nýtt sér orðans. Orðræðan svo opin. Á einum stað segir hann til dæmis og það hafði mikil áhrif á mig sem ungu maður því að hann náttúrulega á sína vísu líka mentor minn. Við breytum ekki öllu því sem mætir okkur en ekkert breytist nema við mætum því. Og ef við getum ekki öll tekið þetta til okkar, já, hvar erum við þá stödd á jörðinni? Og þessi gullkorn eru óendanleg. Hann segir til dæmis á einum stað, það hræðinlegt og ósveigjanlegt lögmál að enginn getur kúga annan mann nema mæta sjálfur kúgun, því að í augum fórnarlambsins sér maður alltaf sjálfan sig og þarna sameinar hann nánast í einu orði, einni setningu hvað það sem niðurlæging kúgun og svipting mannverðingar gerir okkur öllum. Það skadar okkur öll. Ég er að segja að ég sé svona horfa á hann í viðtölum og fyrirlestrum og öðru slíku að þá vil náttúrulega líka vera að horfa á Martin Luther King og Malcolm X og síðan með þá og maður náttúrulega að sumuleyti að velta bara fyrir sig kjarkinum sem að mennirnir höfðu að því að þeir eru eiginlega heia baráttu svartra það sem að var bara kynslóð foreldra þeirra liggur við að hafi verið eiginlega flokkað bara með búfénaði, það var bara fólk sem án allra réttinda og maður er svona getur ekki annað en dást að málflutningnum og kjarkinum sem að býr með og hvernig þeir þurfa að skilgreina sjálfa sig í þessari baráttustöðu. Svo horfum maður á Baldwin og í ofan hann er hann líka hommi og maður velti fyrir sér hvaða ógnar kjarkur sem að þessi maður hefur. Já, svona menn þeir fæðast ekki á hverjum degi. Nei, þetta er náttúrulega og sá arfur sem hann tók með sér var ekki auðveldur.
Ammans, Barbara, hún hafði fæðst í þrældómi í Suðurríkjunum. Hún ól 14 börn, sum svört og önnur hvít og það er nú alltaf hægt að segja frá nauðgun í styttra máli en þessu. Hann bjó við stjúpföður sem hataðist við barnið vegna þess að hann var dekkri en aðrir í fjölskyldunni. Þegar hann kom í skóla 7 ára þá sagði skólalæknirinn að barnið myndi ekki lifa út veturinn, hann væri svo vannærður. Þannig að það voru margar, hann bar þunga byrði, en hann var ótrúlega orðheppinn frá fyrstu tíð og byrjaði mjög snemma að skrifa. 9-10 ára gamall hann byrjaði að setja saman ljóð og sögur og það varð hann til happs þegar hann kemur þarna í barnaskóla í miðri kreppunni, því að hann kemur í barnaskóla 1931 að þá hafði skólayfirvöld bandarísk ráðið 1000 kennara til þess að efla listkennslu í skólum og í þeim hópi var stúlka sem hét Orilla Miller. Hún hafði lagt mannréttindahreyfingum þessara ára lið. Hún var stráksleg, þess vegna kölluðu börnin hana Bill Miller. Hún var með drengjakoll, sem svo var kallaður. Og Bill Miller sá gáfu bassins og bauð honum til dæmis í leikhús. Hann fór í fyrsta sinn á ævinni í leikhús í Harlem. Þar var verið að sýna Macbeth í sögufrægri uppfærslu því að það var sjálfur Orson Welles sem setti Macbeth á svið með svörtum leikurum og drengurinn las leikritið áður en hann lagði í hann og varð sem uppnuminn að galdri Shakespeares. Og Shakespeare svona kannski það skáld eða sá hugsuður sem fylgir honum hvað sterkast og mest í gegnum alla hans texta. Og í Herbyggi Giovanni, þar sjáum við víðamerkjum Shakespeare. Því að sögupersónan, aðalpersónan David, er eins og skuggi af sjálfum Macbeth í ótta sínum og þessum blinda ásetningi að láta nú lífið takast hvað sem tautar og raular. Og í sögunni spretta nornirnar úr leikriti Shakespeares upp úr gólfi á knæpum Parísar. Þannig að vísunin er mjög skýr og glögg. En auðvitað var þetta erfitt þessi fyrstu ár. Hann var örsnauður, hann skammaði sín framan á ævi bæði fyrir kynhneigð sína og fyrir uppruna sinn. Og það er ekki fyrir en hann kemst til Parísar, 24 ára gamall, og býr með annan fótinn í Frakklandi alla til síðan, að hann fær loft undir vængi. Hann segir á einum stað, í París var eins og ég sæi í fyrsta sinn himinin yfir mér, sem segir nokkuð þá áþján sem hann bjó við heima á Manhattan. Það voru margir náttúrulega sem að flúðu eiginlega til Evrópu, Bandaríkjamenn, út af svona alls konar ástæðum, út af bara þrengslum þess samfélags sem þau voru í. Það gleymist oft í nútímanum að tala um þetta skýrum orðum. Þeir höfðu sitt eigin nafn, expatriates, það er að segja flóttamenn af fúsum og frjálsum vilja. Þetta voru einkum og sérlega listamenn, stöku stjórnmálamenn. Þetta var fólkið sem kvaddi Bandaríkin til þess að kynnast í besta í menningu Evrópu og það fundu þau í París. Þarna voru Hemingway og Gertrud Stein. Ég held að Hemingway hafi verið að flýja bannárin. Það var svo drykkveldur. Svo hefur verið sagt. en allir voru að flýja eitthvað. Og það skipti máli í lífi James að á undan honum hafði farið þangað nokkri félagar sem hann þekkti. Til dæmis Beaufort Delaunay sem var frægur módernísku málari. Hann hafði komist til manns í endurreisnin í Harlem á 3. áratugnum, The Harlem Renaissance sem við köllum svo, komist til Parísar og raunverulega
komið undir sig fótunum sem listamaður þar. Annar maður, Richard Wright, sem nú mörgum gleymdur, svertingi, hann hafði farið til Parísar rétt á undan Baldwin. Hann skrifaði hlutskipti síns kynþáttar af mikilli list og ein af bókum hans var þýdd á íslensku fyrir bráðum 80 árum, Svertingadrengur. Mikið lesin, kom út held ég 1948 en því miður eins og margt löngu gleymt á Íslandi. Þetta voru hans fyrirmyndir því að hann rér ekki þarna einn á báti og á móti honum tók heill hópur af félögum þegar hann birtist í París 1948. En ég var múin að spyrja baráttumanninn, en hann náttúrulega rithöfundur og skáld. Ég þekki hann ekki sem slíkan. Hann tvennt. Það meina hins og heyrir maður náttúrulega eins og þú ert að vísa í Shakespeare og svona, maður heyrir líka bara þegar hann talar að hann talar út úr svona biblíu, hann predikar að tónn í honum, sko. Og það engin tilviljun, því að faðir hans var predikant í kirkju Hvítasunnumanna og í vanlíðan sinni þegar hann tekur að uppgöta kynhneigð sína 13-14 ára, þá siglir hann inn í safnaðarlíf baptista að mig minnir í Harlem og vegna þess hver hann var orðheppinn og kvikk, skjótur til, þá var hann gerður af presti, ungpresti. Það að segja, það var heil hjörð þarna af ungum predikantum og næstu 3 ár stóð hann í predikunarstól, þekkti sína biblíu eins og lóan á sér og predikaði. Og svo gerist það þegar hann að ljúka framhaldsskóla að hann fer nú að sjá í gegnum safnaðarlífið, spillinguna, sjá í gegnum safnaðarleiðtogana og hversu mjög þá skorti mannúð og mannvirðingu og kvaddi á 18. ári og hérna en þetta litaði, þetta bæði tungutak og hugsun biblíunar litar hann bæði Gamla testamentið og Nýja testamentið því oftar en ekki hljómar hann eins og spámaður úr Gamla testamentinu þegar hann reiðir upp nefan og hérna lætur hvína en hann líka mjög bundinn boðskap Nýja testamentisins Guðspjöllunum og í lok sögunar Herbergi Giovanni á hann mjög sterkt en dulið samtal við Guðspjöllin og þá ekki síst við Pál Postula og kærleiksboð hans. Að kærleikurinn sé grundvöllur alls. Að kærleikurinn sé langlindur en falli aldrei úr gildi. Og þetta ræði ég ögn í eftirmála minna bókar, þetta merkilega samtal. Því að frumkristnin átti mjög sterk ítök í honum, en leið átti hann til hispursleysi og það eignaðist hann kannski ekki síst við það að taka á eigin samkynhneigð. Hann lærir að kveða skýrt á orði því að öðruvísi bæðið hvað var það samkynhneigðina og hérna kynþáttaspurninguna öðruvísi heyrist ekki til hans nema því aðeins að hann sé hvatvís, beinskeittur og höfði til tilfinninga annara. Það er ekki rúm fyrir hann svona inn í með öðrum hætti. Hann geti ekki sagt það sem hann þarf að segja ef hann leyfir sér ekki að vera hvatvís og áttu við það? Já, hann spilar á alla þessa þætti eigin persónu. Það er að segja hvatvísina, gáfurnar, það hver hann vel lesinn, hann mundi allt sem hann las, alla tíð og gat þrifið í hvað sem var. Og þetta spinnur hann saman af mikilli hyggju. Hann líka með fyrstu bandaríkjamönnum sem til að kritisera þessa bólgnu kallmennsku sinna þjóðar. Hann gerir það í lítilli en frægri ritgerð frá 1949 þar sem hann hæðist að bókmenntum landa sinna, kallmanna og saka þá kvenhattur, ótta við samkynhneigða þrá og umfram allt óttan við lífið í sínum mörgum myndum
allt í því skyni að breiða yfir eigin ótta og styrkja stöðu sína á jörðinni. Þannig að feminismi samtímans var ríkur þáttur í líf hans og hann lagði þar mikið af mörkum. En í bókinni að aðalpersonan er hvítur. Er það vegna þess að það sé bara of flókið að vera bæði með kynþáttahlutan og kynhneigðina í sama, að hann er að reyna að aðgreina þetta með einhverjum hætti til þess að geta fjallað annað? Fáa spurninga fekk hann eins oft á þessa. Af hverju er David aðalpersonan hvítur? Því að þú skrifar alltaf svart fólk, þú ert alltaf að skrifa fjölskyldu þína og fólkið í Harlem. Og hann svarar þessu mjög skýrt. Hann segir á mér hvíldu nokkuð vandamál þung. Það er að segja hið siðferðilega og kynferðislega og svo það sem hann kallar í háði negra vandamálið, the negro problem. Og hann segir ég gat ekki rétt að verða 30 fjallað allt þetta í einni bók. Svo ég bráði það ráð að leggja Harlem til hliðar og skrifa hið kynferðislega og siðferðilega. Og þess vegna velur hann sér hvíta aðalpersonu, dæmigerðan bandarískan 25 ára og 26 ára gamla pilt sem heitir David. Sem er ekkert að nema það að hann er skammkynhneigður. Það sem velur persónu sem er ekkert að nema hann er samkynhneigður til þess að geta fjallað það. Nákvæmlega, það er ekkert að David nema þetta því hann ætlar sér að sigra heiminu, svo má segja, rétt eins og Macbeth. En hann var líka, það var líka í þessu ákveðin uppreisn af öðru tagi sem kannski er frekar hljóttum. James Baldwin þoldi það aldrei að vera dreginn í dilka og hann vissi hvað beið hans þegar hann kom til síns fyrsta útgefanda í New York sem var Alfred Knopf og bar fram þessa aðra skáldsögu sína. Þá sögðu ritstjórarnir honum að hann væri að grafa sig gröf, hann væri negro writer, það er að segja negra höfundur og ætti að halda sig við það. Og hann vissi það áður en að lagða stað að þetta myndi hann fá að heyra og þess vegna bókinni gagir stemt gegn þessu að láta draga sig í dilk að vera eitt en ekki annað og það tókst. Hversu róttæk var þessi bók þegar hún kemur út? Hvenær kemur hún út? Hún kemur út 1956 og er skrifuð þarna 1954. Það var mikið bókum þá í búðunum samkynhneigð? Það var nánast ekkert fjallað af viti, því viti sem við þekkjum þú og ég samkynhneigð á þeim árum og þess vegna er hún feikilega róttæk og uppreisnargjörn. Og þegar ég var að vakna til vitundar mína stöðu í lífinu sem hommi, rétt fyrir 1980, þá var þetta alltaf fyrsta bókin sem vinirnir bentu á í útlöndum, því að það var fátt gott til að lesa. Af hverju er það fyrir ungan homma? Af hverju er gott að lesa þessa bók? Er það bara vegna þess að það er einhver svona djúpur mannskilningur og eitthvað slíkt í bókinni eða? Já, þetta þú getur ímyndaðið það ef engin bók á jörðinni fjallaði Íslending. Svo birtast allt í 2 bækur innan úr herbúðunum sem Íslendingur skrifar og þær verða næring og leið til sjálfsvitundar. Það voru heldur ekki til allar þessar bíómyndir, þessar kvikmyndir samkynhneigða reynslu á þessum tíma. Þær voru teljandi á öðrum fingri og flesta lýstu þær kúgun og sjálfskúgun, ekki síst sjálfskúgun. The Boys in the Band til dæmis sem núna hefur verið endurgerð á Netflix, hún er gott dæmi þessa myndir og ég sá hana bara einhvers staðar á 30-aldri. Nighthawks þótti mikil tíðindi, merkileg bresk mynd en frekar léleg gerð af vanefnum 1977-78. Við höfðum ekki neina móða og samtímamenn Baldwins voru ennþá minna að móða en það merkilega er að menn gera stundum svolítið mikið úr vondum dómum og neikvæðni sem bókin mætti en það var hverfandi miðað við hrósið sem hún fékk.
hún var gefin út í Bretlandi skömmu eftir hún kom út í Bandaríkjunum og seldist í hérna 100.000 upplaga mjög skjótt. Þannig að hann setur eitthvað af stað sem við fáum aldrei fullþakkað. Og hann hefur fengið örugglega rós og viðurkenningum sína daga. Maður sér það eiginlega á honum, sko. Að hérna, það ekki þannig að hann hafi verið alltaf að ganga í gegnum ykkur hrakyrðingar. Hann hefur náttúrulega heillað fólk bara að leiða á opna munni sem aður. Það er heila málið. Hann sér það bara í augunum á hlustendur sínum. Það var svo erfitt að niðurlægja James Baldwin vegna þess að hann var bara mikið teater, það var svo mikið leikhús að sitja undir ræðum hans. Hann togaði í alla strengi, bæði gerða mikla vitsmunalega kröfur til síns fólks og kunni líka spila á tilfinningar eins og góðu prestur þarf að vera. En hann er líka skáld, sko, hann er meðstan svona þegar maður er að hlusta á hann að hann átti mjög sterka lýríska æð. Við skulum muna það að hann orti ljóð og gaf út ljóðabækur. Hann gaf líka út leikrit. Og ég held að það sé þetta sem kannski hefur skilað honum lengst í lífinu. Það er þetta að hann er bæði harður og mjúkur í senn. Hann er skáldlegur og hann er jarðbundinn. Ótal þversagnir mætast þarna, eða það sem hinn venjulegi maður upplifir sem þversagnir, það mætist þarna og verður eitt. Það verður sterkt og líka getur verið að hann sækir umverulega umboð í ljóðrænu sína og svona húmanisma til þess að geta síðan orðið harður. Því að þú ert bara harður og þá getur orðið bara gjallandi, sko. Það er eitthvað glæsilegt við málflutningars. Þetta er fallega sagt. Hann er ótrúlega lýrískur þegar hann ætlar að hitta í mark og þetta er meira og minna ósjálfrátt og sprottið á augnablikinu. Þessi blanda stríðsmannsins og hins ljóðræna skálds. Og það eru mörg stórkostleg dæmi úr þeim brotum sem við eigum kost á í dag á netinu. Við getum hvatt fólk til þess að fara bara á YouTube og fletta honum upp og horfa á hann. Já, ég minni til dæmis á hérna merkilega heimildamynds sem fékk BAFTA-verðlaunin 2016, I'm Not Your Negro. Hún var sýnd í Ríkissjónvarpinu í fyrra og er opin á YouTube til dæmis. Hún er náttúrulega inspireruð líka af hreyfingunni Black Lives Matter. Talandu það, þegar þú segir í eftirmála eða formála að hann hafi eiginlega verið svona eins og hann hefði verið að gleymast og síðan sé svona endurvakning að draga hann fram aftur núna þá líklega til þess að endurnæra nýja bylgju frelsisbaráttur svartra. Já. Var það virkilega þannig? Já, þetta var þannig. Ég íhugaði þetta mikið. Og ég sé að svona það bil sem svona leiða lokum ævinnar. Hann fikk vonda dóma fyrir sín síðustu verk. Ekki vegna þess að þau séu lakari, heldur vegna þess að hann var ekki lengur í tísku í þeirri menningar elítu sem stýrir allri umræðu. Og við slum ekki gleyma því að Ronald Reagan komst í valda þarna á 9. áratugnum og með honum upphófst nýfrjálshyggja, allt er í svo góðu lagi hjá okkur og raunverulega undirokaðir voru þaggaðir og gerðir að engu og gott eða undirokað fólk fór ekki að trúa því að það hefði jável bara hefði það skínandi gott og það hefði það skýtt. Eða það væri gallað en ekki samfélagi. Já, að það væri, sökin væri þeirra. Og þetta litaði alla umræðu Baldwin og sérstaklega þessa þöggun. Ég tek til dæmis eftir því að ýmsir yngri vinir mínir sem hafa verið í bókmenntanámi í Bandaríkjunum á síðasta áratug aldarinnar, þeir könnuðust ekki við Baldwin og hans verk fyrir en kom fram á nýja öld og hann reis upp aftur. Og í dag er hann í vitund hins upplýsta Bandaríkjamanns andlegu leiðtogi.
hvar í flokki sem svo manneskja stendur, hvort hún svört, hvít, samkynhneigð, gagnkynhneigð, hvað hún hann ljáir í raunverulega þolandanum rödd sem mun lifa ókomna tíð. Og Þorvaldur, takk fyrir að koma með þá rödd hingað inn í okkar litla drönga íslenska hús. Þakka þér sjálfum fyrir, það gaman að spjalla við þig. Takk fyrir mig. Og við höldum hérna áfram að reyna að skilja heiminn. Næsti kafli eftir augnablik. Allt það besta ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það betra. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman.